tæknimanns og míns. Þeir voru að skoða þetta sem að leiknismenn vildu fá brot. Það hefði verið hægt að dæma brot þarna eitthvað aðeins aftar. En við erum sammála því að tæklingin hjá Jobba var nokkuð clean. Þannig að hann hefur væntanlega viljað fá brot þarna fyrr. Hann Freyr og leiknismenn. Ég var einmitt að skoða hér heimasíðuna. Þessi völlur hérna var bara malavöllur hérna þangað til 2001 held ég. Völlurinn yfir hliðin á var fyrsti grasvöllurinn og það spilaði einmitt lið Leiknis og Grindavíkur opnunarleikinn. Sá leikur endaði 4-3 Grindavíkurvél 1987 og það var 4-0 í hálfleik fyrir Grindavík. Spurning hvað gerist hér í dag. Gæti enda 4-3 í dag líka. Það er nú ekki leiðilegt að fá fleiri mörk í þetta leik. Allir klárir. Dómara leiksins Valdimar Pálsson klár. Og hann veifar hér mörkmönnum og flautar þennan leik á. Marko byrjar hér að kiksa boltan. Óskar nær að reynsa vel frá. Brynjar skallar hann og Jobbi tapar honum. Og þá er það Leiknismenn, Fannar, stingur. Þetta er bara brot, ekkert annað. Eiríkur Ingi. Eiríkur lendi í samstöðu hér fyrir leiknum við Júræ. Leikmann nr. 5 í Grindavík og hann farið að fara út af líklega rifbeinsbrotin. Hvort hann hefði fengið eitthvað duglega tök frá Eiríki í einhverju klapsi, veit ég ekki, sá það ekki almennilega. En hann þurfti að skipta og Milos Jugovic þurfti að koma inn á í hans stað. Það var búið að fara með með Júræ á slysdeild, aðtúa með hann. Hún sé ekki alvarlega meiddur. Leiknismenn reynsa hér. Daniel, Scott Ramsey og Jobbi, Jósef. Marko heldur bolta, kemur hann tilbaka á Daniel. Já, síðan 2001 þá hafa þessi lið mæst 7 sinnum síðan. Hér kemur skor frá Alex en það er ekki. Já, síðan 2001 þá hafa þessi lið mæst 7 sinnum. Og fyrsta skiptið var samkvæmt skrá 2001. Ég held bara að KSÍ sé ekki með. Þessi leikur 87 er allan ekki á skrá en hann fór fram, það er klárt. En síðan 2001 þá er það 7 leikir og sá leikur endaði 4-1 fyrir Grindavík í Coca-Cola bikarnum. En af þessum 7 þá hefur Grindavík unnið 5-1 jafntefli og fyrsti og eini sigur Leiknismanna var einmitt í fyrstu umferð 1-0 sem var mark hjá Sindra. Jobbi öflugur í tæklingunum, er að vinna þær vel. Og kemur Magnús, markaskorarinn, inn á miðjunum með vinstri, en það er hátt yfir. Áhorfendur klappa vel fyrir þessu skoti, vantarlega Leiknismenn. Næsta útsending á Sport TV af fyrstudeild karla verður á laugardaginn 27. júlí. Það er KF Tindastóll. En hér næstu daga verður mikið að vera í Pepsi-deild kvenna. Hver útsendingin á fætur annari. Það er alveg sunnudag, mánudag og þriðjudag. Allt leikir í Pepsi-deild kvenna. Að gera að skoða það. Hvet ykkur líka til að fara inn á Facebook síðu Sport TV. Þar er þetta að kjósa flottasta markið í fyrri umferð. 9 mörk sem kom til greina í fyrstudeild karla. 5 í Pepsi-deild kvenna. Að gera að taka þátt í þessu.
Flött mörk búin að líta dagsins ljós í fyrri umferð. Seinni umferðin einmitt að hefjast núna með þessu leik. Staðan 2-2 hér. Í hálfleik var 1-0 fyrir KVF á móti HK og 0-0 hjá Selfoss og Skagamunum. Og það er enda breyting. Selfoss er komið yfir á móti Skagamunum en hér koma Leiknismenn og það er Hilmar en hann er Björn gerir þetta vel, vinnur hennar bolta. Magnús sterkur, kemur boltanum inn á miðju. Alex Freyr kemur hann inn á Mílos. Þetta er ekki góð sending og það er verið að láta menn heyra það hérna. Já, Jópi sterkur, vinnur hennar boltan af Eyþóri. Þroski og gæði. Já, og skot hérna milli þjálfara og dómara. Freyr lætur hann heyra það. Valdimar lét hann bara heyra það tilbaka. Þá kemur Jordan sem er stingunum á Magnús. Þetta er brot, já, rétt. Brotið á Gest. Já, eins og ég var að segja, þá er staðan á 1-0 fyrir Selfoss. Óvænt úrslit segja einhverjir. En það gera Selfyssingar ekki. Það er Ingi Bergsson sem skoraði það mark á fyrstu mínútu seinni hálfleiks. Leiknismenn sem áttu hér fína sókn en Grindvíkingar unnu sér vel úr henni og sækja hér að Leiknismönnum. Ég held að það sé alveg ljóst að það mun koma annað mark í þannig leik. Bæði lið ætla að selja sér dýrt hérna. Ætla að fá 3 stig. 1 stig er ekkert í boði og þarna er engin. Þarna hefði Matthew þurft að lesa þetta betur. Þá láta Leiknismenn vel í sér heyra hér. Mílos og Marko reynir langa sendingu á Joffe. Þetta er ágætis sending eða hvað? Nei, þetta er ekki góð sending. Og útspark frá marki Leiknismanna. Áfram með okkur. Já, ég leiðrétti mig. Leiknir vann Tindastól auðvitað 5-0. Það var Sindri með 2 mörk. Hilmar Árni 2 og Kristján Páll sem er á bekknum í dag skoraði 1 mark. Þeir eru núna hér búin að fá 2 mörk á sig. Voru búin að fyrir þennan leik búin að fá 5 mörk á sig í 11 leikjum. 10 mínútur. Þetta er já, ekki kannski þeirra leikur hingað til. Kemur löngsendingur Daniel á Joffe og Jósef nær þessu bolta. Kemur hann á skott Ramsey kemur hann vantarlega yfir, já, og það er Jordan með fyrirgjöf og hver er þar? Þar er Jósef, hann mundar fótinn og nær skoti en þar er vörnin sem er að vera fyrir. Jósef gerir þetta vel og fær aukaspyrnu eða hvað, nei, dæmt á Jósef. Það var Eyjólfur, já, hann hallaði sér nú bara upp úti en hann fiskaði þessu aukaspyrnu myndi ég segja, mínum mati.
Og það yngast sem að Grindvíkingar eiga. Löng sending og Eyjólfur tekur þennan auðveldlega. Takið á að nóa svæðum. Linar af seinni hálfleik og hér koma Leiknismenn, stunga, ekki góður bolti á Vigfúsi, boltinn bara hér vel út af. Sindri, komdu! Baráttu hérna og Leiknismenn aðeins ferskari þessa stundina, líklegri. Grindvíkingar hafa nóg að gera að vinna boltan og koma honum fram, en henni tapa honum yfirleitt mjög stuttu seinna. Það er Vigfús og Hilmar. Og þá er það fyrirgjöf og Óskar tekur þetta með annarri hendi. Það er ekkert að vesens með þetta, tók þetta bara með hægri. Og Daniel og Björn ná að spila út úr þessu. Reyna að skoða hérna. Ég held að þetta sé bara í fyrsta skipti sem að, nei. Leiknismenn fengu 2 mörk á sig á móti HK. Þeir unnu þann leik 3-2. Þannig að það er ekki í fyrsta skipti sem að Leiknismenn eru að fá 2 mörk á sig í leik. Ég held að þetta væri fyrsta skipti. Og það 2 aðrir leikir í gangi fyrstu deild í dag. Á Selfossi, Eigarsdeild, Selfoss og Skagamenn, og þar eru Skagamenn undir. Þeir komnir yfir. En Nýjafjörður eru undir. Selfoss komið 1 og lifir á móti Skaganum. Og Botnum Eigarsdeild, Alfa og Hávar. Það eru aukaspyrna dæmt og það eru Leiknismenn. Hann er að leyfa svolítið öskrunum að ráða ferðinni hérna, dómarleiksins í seinni hálfleik, finnst mér. Hér er það Vigfús sem tekur þessa spyrnu. Það vantarlega að koma honum hérna inn í. Leiknismenn verið mjög öflugir í föstum leikatriðum í sumar. Skorað hver mörkið þannig. Og Jordan er að bæja hættinu frá, einkast sem að Leiknismenn eiga. Scott Ramsey er að stinga honum hérna fram, en þar er enginn. Já, Leiknismenn að ráða ferðinni hér í byrjun seinni hálfleiks. Búin að skora 2 mörk í þessum leik sem verður að teljast. Já, bara nokkuð gott. Við rekordið á þeim í sumar. Fyrir þennan leik búin að skora 15 mörk í 11 leikjum. Þeir eru komnir núna með 17 mörk. Það er líka búin að fá á sig 16. Það var Björn. Og Marko sá ekkert annað í stöðunni heldur en að bara sparka boltanum burtu. Þá fór beint til Eyjóls í markinu hjá Leikni. Og hér er það Hilmar. Þá er það Sindri. Hvað gerir Sindri? Hann kemur nú á gestum við fyrirgjöfuna.
Og þarna var Jósef og Marko. Þeir ná ekki bæja hættunni frá nú vel hérna. Og Hilmar. Hann hefði látið sér detta þarna. Já. Þarna hefði Robby látið sér detta. En þá koma Grindvíkingar. Og Joffe. Leiknismenn fljótið tilbaka hérna. Þetta var skemmtilega gert hjá Magnúsi. Hælsending hérna inn fyrir en Brynjar tekur enga áttu og neglir boltanum út af upp í stúku. Boltinn kemur rólega tilbaka. En það annar bolti til dags. Þá það Skotti. Hann. Já, vinnur hotn einkast og Alex Freyr fær boltan. Hvað heldur hérna boltanum vel en jú, hotn sem að Grindavík fær. Verkefni segja þær. Hér Jósef að fá hausverkatöflur eða eitthvað. Ekki hann að fá mörðunartöflur, það er nokkuð ljóst. Þá var það hotspinnan. Hvað gerir Grindvíkingar núna? Góð fyrirgjöf og þetta Eyjólfur sem að bæja hættunni frá. Sá ekkert annað í stöðun heldur en að kýla boltan yfir. Og hann gestur eitthvað að meina einhver olbóskot hann inn í teg. Býtu hér kemur önnur spinna og aftur að Eyjólfur sem að slá hann yfir. Sér ekkert annað í stöðunni heldur en að slá bara yfir. Enda nú samt. Það hefði hugsað að ætla að reyna að grípa hana fyrst en ákvað á síðustu stundu að slá hann bara út af. Þriðja hotspinnan á nokkrum sekúndum. Og hún kemur hér og það skalli. Og Jordan Skotti með fyrirgjöfina. Hún á löngu eitthvað Magnús nær að skalla en það rétt framjá. Já, Magnús hefði þetta bakkað 2 skref viðbót. Og það fengi fínt tækifæri til að skalla hann að marki. Já, það Marko með allan tíman í heiminum að skalla þennan bolta. Aftur tekur hann boltan. Skotti. Hann getur gert eitthvað. Stingur hann inn að Magnús. Magnús með skot og hann skorar. Hann skorar eða hvað? Nei, hann skoraði ekki. Hann skoraði ekki. Ég hélt að þessi bolti var inni. Hann skrítið að hann hafi ekki fagnað þessu. Við skulum sjá hvað hann gerir á horninu. Þá þarf ég ekki að æsa mig. Ég held að þessi hafi legið inn í maður. Næja, þá skulum við sjá hvað Grindvíkingar gerur úr enn einni hornspyrnunni hérna. Og það eru leikmenn sem að bæja hættunni frá og það horn. Núna hinum einn. Já, hann hefði Magnús að gera betur. Ég hefði skorað þessu. Líklega. Kannski. Þá var það Mílos sem ætlar að taka þessa spinnu. Skotti og Marko bíðandi fyrir utan Eggjum spinnan. Og leiknismenn á að bæja hendunni frá en fer í einkast. Og Marko. Og Daniel er að bæja hendunni frá. Leiknismenn núna. Það bara leikur haldur áfram. Hér eru leiknismenn, Hilmar Árni. Hvað gerir hann á móti Marko? Og Marko gerir þetta vel. Hreinsar og einkast sem leiknismenn eiga. (63 mínútur liðnar að þessum leik. 2-2, ekki 3-2 fyrir Grindavík. Býtum nú við, hérna gerist eitthvað brotið á Marko. Og þá kallað inn á sjúkraþjálfara.
Grindavíkingar að missa hér. Búin að missa mikið leikmann Júræ út af vegna meiðsla í fyrra leik. Ekki við því að missa Marko líka. Já, Grindavík stofnað 1935. Já, hann hefur fengið eitthvað á hnið. Hann er ekkit rosalega bjartsýnir hérna. Já, Grindavík stofnað 1935, 3. febrúar. Og það var spilað á Malavelli. Sem var einmitt hérna þar sem aðalvöllin er núna. Grindvíkingar unnu fyrstu deildina 2007 síðast. Leiknir stofnað 1973, 17. maí. Það hljóta allir harðustu leiknismenn að vita. En þá er leikur að hefjast. Marko lappar út af, þannig að það kannski er góð tíðindi. Hann er ekki alvarlega meiddur. Óskar spyrnir honum fram. Magnús fer hann í bakið á Brynjari. Og aukaspyrna dæmd á hann. Leiknismenn að fara að gera sig klára í skiptingu, sýnist mér. Það er þetta í 60 mínútur hérna, 65 reyndar komið í Mílos. Það gerir Mílos. Gott Eiríkur! Eiríkur stígur hann vel út en Mílos, já, Mílos dæmdur brotlegur. Gott Eiríkur! Já, það er skipting hjá leiknismönnum. Það er Sindri sem kemur út af og inn á kemur leikmann nr. 15 Kristján Páll Jónsson sem skoraði í síðasta leik. Vantarlega hundfúll með það að vera settur á bekkinn. Af öllum líkjundum vill hann sýna sig og sanna í þessum leik. Lárus með stórkostlega innkomu þarna í skiptingunni. Það var að leiknismenn og Grindvíkingar vinna þetta. Mílos kemur boltanum á Björn. Daniel með stúkusendingu hérna á og Mílos tekur hann skemmtilega niður en missir hann aðeins langt frá sér. Fekkar hann í kassan. Skoppa aðeins langt frá sér, Kristján. Stúka þarna hjá Brynjari. Beint í fangið á Óskari. Og inn á hans stað kom leikmaður 16, Brynesi Veselaj. Fókus! Fókus! Leiknismenn bæja hættunni hér vel frá. Innkast sem að Grindavík á. Og Ramsey. Og Joffi hérna og nei, hann ætla bara reynir að fiska þetta. Daniel. Það var Kristján og Jósef tók hérna duglega tæklingu en Kristján sá hann að koma og stakk boltanum framhjá en hann veist það var ós og pikka honum aðeins og fast.
var það Scott Ramsey. Biður hérna. Jósef biður hann. Alex Freyr. Snýr tilbaka aftur. Jósef dauða frýr hérna. Hann kemur sendingin. En leiknismenn halda þessum bolta. Það missa hann núna aftur. Grindvíkingar orðnir líklegri núna. En hér missir Scotti boltan. Ólíkt honum. Og Matthew keyrir Daniel undan honum hana. Og Daniel næra. Hann hefur stíð á hendina á honum hana. Já, ætlar ekki að Grindvíkingum að ganga hérna. Það er nóg að gera hjá honum Einari Guðjóns. Já, ætla þess ekki Helgi Þór, sjúkraþjálfari. Jú, Helgi Þór Arason, sjúkraþjálfari sem er Daniel harður á sér. Ekki það að stoppa leikinn þetta. Alex Freyr stígur vel hann út og komið 3 í sig, fær. Þarna er dómari leiksins. Getur látið leikinn halda áfram hana. Grindvíkingar hefur grætt á því. En aukaspyrna dæmd. Magnús gerir þetta vel. Fær hann aftur. Og leiknismenn vinna boltan. Fannar. En frábærlega gert hjá Magnúsi. Magnús búinn að vera frábær í þessum leik. Vinnusamur, búinn að skora mark. Ætla að selja sér dýrt hérna. Ná í stig, eða stig. Marko Ónar að bæja hættinu frá hérna. Það er innkast leiknismenn eiga. 70 mínútur liðnar. Staðan er þá 2-2. Fyrri hálfleikur mun fjörugri en sá seinni allan ennþá. Sjá hvað gerist núna Fannar. En þá er það Alex Freyr. Hann keyrir hérna upp. Joffi með honum. Hvað gerir Joffi? Reynir fyrirgjöf. Það er og Edvard sem hann er að bæja hættinu frá sýndist mér. Er í innkast. Það var fín sókn í Grindavík. Hefði þurft að fleiri menn með sér hérna í sóknarni. Það sem að Jósef tekur. Hann er erfitt að finna menn hérna. Alex reynir hérna að stinga honum á aftur á Jósef. En leiknismenn á að koma boltanum fram. Daniel, einn með boltan. Daniel aftur. Matthew pressar hérna, mitt frammi. Fannar er hérna með honum. Grindvíkingar, Jósef með fyrirgjöfuna en það er í beint í hendurnar á Eyjóli. Scotti, Marko. Þetta verður mikil barátta hér fram á síðustu mínútu þessa leiks. Það er klár, staðan 2-2. Ég hugsa að annar liðið vinni þetta 3-2. Leiknismenn, já, þarna var bara öskrað að bekknum og þá fengu þeir aukaspyrnu. Dómari leiksins ekki alveg að höndla hérna seinni hálfleikinn. En bara nóg öskri, þannig að boltinn bara getur haldið áfram. Þeir verða að hlusta á þetta. Smá nart í hælana þarna. Ekki til að dæma aukaspyrnu á. Leiknismenn, Matthew, rangstaður. En, já. Þarna aftur væri hægt að láta leik halda áfram. Dómari leiksins ekki að lesa hann að leik alveg fullkomlega á mínum mati.
Kristján og Matthew með honum hana. Jobbi eldir hann og Daniel gerir þetta vel. Lokar hana og vinnur boltan. Mílos með honum. Og Ingarsson Grindavík á. Ole, 5 mínútur. 5 mínútur segir hann. Næstu skiptingu vantarlega. Það er Ólafur Rannar Kristjánsson sem er langt að koma inn á fyrir leikni. Fyrir hvern, það er ég ekki alveg klár á. Hér kemur sendingin. Maggi vinnur þennan bolta eða ekki? Jú, slæm sendingi á Magnúsi. Það er skott í nær honum. Og Björn reynir langa sendingu hérna á Mílos, en þessi bolti bara í beint í hendur á Eyjóli. Jankovic, Mílos sem Milan Stefán vildi fá hérna yfir á boltan yfir á Mílos. Hugsunin var að öllu líkindum svo, en sendingi bara léleg. Jósef ekki barða hérna, Kristján og Jósef. Jósef kemur hún alveg tilbaka. Já, ég var búinn að leiðrétta það. Leikurinn fór 5-0. Takk fyrir það. Leiknir vann Tindastóll 5-0. Var löngum búinn að leiðrétta það. Tek það á mig. Þá var það Jobbi, fyrirgjöf, Alex, út og skott í hann. Frábær vörn hjá Vigfúsi, fer af Vigfúsi en beint í fæturnar á Grindvíkingum aftur. Koma leiknismenn boltinn af Grindvíkingum og einkast sem að leiknismenn eiga. Já, endilega ef við viljum koma framfæri leiðbeiningum, leiðréttingu eða athugasemdum, þá er hægt að fara á Twitter og nota hashtag SportTV. Einhverjir að leiðrétta mig að ég hefði sagt að leikurinn hefði farið 4-1 á móti Tindastóll, þetta fór á 5-0. En það skiptir ekki öllu. Staðan í öðru leikjum er ennþá óbreytt. 1-0 fyrir KF og 1-0 fyrir Selfoss. Hér eru leiknismenn Eiríkur með háa sendingu. Þetta ætti Óskar að ráða við og gerir það. Þetta er náttúrulega bara brot. Dómarinn lætur leikinn þarna alltaf fram, vel gert í honum. Þá er það Magnús og reynar stingur honum í gegn hana, en frábær vörn hana hjá leiknismönnum. Marko, þetta var bara boltinn held ég. Þeir biðum spjöld hérna, Jújú, það var hægt að dæma aukaspyrnu á þetta. Það hefði líka verið hægt að stappa því. Þá kemur sendingin fyrir Kristján. Reyna að fara gegnum 2 og gerir það. Komin í gegn og hvað? Og rennur hann út, en það er frábær vörn hjá Birni. Það er að bæja hættunni frá, en frábærlega gert hjá Kristjáni Pál. Þarna fór í gegnum 2, komst alveg upp að endamörkum, alveg ofan í stöngina næstu því. Ætlaði að senda boltan út í tegin, en þar var Björn og náði að bæja hættunni frá. Og hér er Óskar og hann er að slá boltan aðeins út af. Það er hornspyrna. 78. mínúta að
Þessu 78 mínútur liðnar þessu leik og Leiknismenn að fara að gera sig klára í skiptingu. Það er Ólafur Hrannar sem er klár hérna á kantinum. Þarf að Óskar verður að fara út í þennan bolta og skalli! Óskar! Aftur skalli! Og hvað? Búið að dæma brot. Já, ég var eins og ég segja fyrir áleik. Óskar stendur full mikið þarna kjör og býður. Leiknismenn fengu að skalla boltan þarna tvísvar og það var svo brotið. Og það er Fannar sem að kemur út af. Og hérna kemur Ólafur Hrannar Kristjánsson. Ólafur fer hérna bara í senderinn. Fannar var komið þangað eftir að Sindri var komin út af. Það var Brynjar að skalla. Skotti stingur og hann inn á Magnús. Það gerir Magnús með skot í fyrsta. En þetta er bara æfingabolti fyrir Eyjól í markinu. Og fljótur að koma inn í leik. En þetta er beint í fæturnar á Jósef. Hvað gerir Jósef? Hann er komin hérna upp. Sendi fyrir. Og Magnús náði hann að poti í hann. En frábær vörn hjá er þetta ekki Gestur? Ég held að náði að komast fram fyrir mannir þarna. Boltinn fór í hann. Það var Ólafur Hrannar. Ferska fætur komin inn. Og hér kemur fyrirgjöf af varnarmanni. En beint í fæturna á Leiknismönnum. En frábær vörn þarna. Frábær vörn hjá Danieli. Ekkert á þetta. Og þá fiskar skott í aukaspyrnu. Frábærlega gert hjá Daniel hérna. Náði að pota boltanum hérna rétt áður hann. Náði að var að fara að vinda sér í skot. Mínúta. 9 mínútur eftir af þessu leik pluss uppbótartími. Ég sagði nú að annar liði myndi nú pottet vinna hann leik. Nú við hérna var líklega Daniels bara stíið á hann. Sá þetta hann ekki alveg. Línu verður ræða saman. Það sá þetta ekkert. Það var þessi hérna. Jú, Ólafur Hrannar. Guðspjald á Ólafur Hrannar. Línuvörður veifaði ekki á þetta. Þannig að skilum ekki alveg af hverju þegar hann gefur guðspjald þá. Hann var ekki stoppað leikur út af þessu. Það er Ólafur Hrannar nýkominn á. Og Káa hefur yfir 1-0 á móti HK. Það er bara innkast. Já. Það var það Óskar. Löng sending inn fyrir en þar er Edvard. Hann er að skalla beint í fæturnar á Skotti. Og þá kemur Scott Ramsey. 39 ára. Fulli fjöri. Það var að Magnús. Nei, það er svo langur bolti fyrir hann. Gott, strákar. Óskar áfram með okkur, Leiknir. Óli klár undir á. Sending hér upp og Mílos skallar hann. Vel gert. Það var ekkert að þess að gera hann. Fleysi bara niður. Já, aukaspyrna. Hárétt. Hilmar kíktu, fábolta kíktu. Óttar Bjarni. Ósér lífinn þarna. Hendi sem bara í boltan. Þá var það Ólafur Hrannar reynir að koma honum gegn þarna.
Mjög sending og Jósef nær að bæja hattin frá í bili. Eiríkur og Vigfús, Kristján og Eiríkur aftur með fyrirgjöfina. Þarna verður Óskar að koma út en gerir það ekki. Magnús kemur boltanum frá. Þarna brot. Leiknismenn vilja fá okkar meira þarna. Þetta er stöði, Óttar! Óttar! Hárbolti hérna. Mílos vinnur þennan, kemur honum hérna áfram en það fer beint út af. Já, taka þetta réttur stað. Skotti og Alex Freyr og Óttar og Marko beint í fæturnar á Alex Freyr. Hvað gerir Alex Freyr? Sendur hann út á Skotti. Skotti, hvað gerir hann hérna? Fá hann aftur og sendur hann út á kant á Magnús. Magnús með fyrirgjöfina en það er beint í hendurnar á 2-2! Ok, róleginn! Áfram með, áfram! Það er kast sem að Grindvíkingar eiga. Þá var það Joffe í baráttunni hérna, Edvard. Og hann missir boltan, Joffe vinnur hann. Kemur hann út á Mílos. Mílos sendur hann á Jósef. Jósef á Skotti. Skotti að reyna að mynda hérna vinstri fótinn, mundan sig. Og það er að Mílos með fyrirgjöfina. Og Magnús nær að skalla hann á Skotti. En þessi bolti út af markspyrna. Skotti ekki ánægð með þetta. Hei, kíktu! Kíktu, farðu af stað! Hann er að væla í aðstoðardómaranum. Já, ég vilja láta hann nýta sér það að Skotti var ekki komin í stöðu. 3 mínútur eftir af 90 mínútunum. Hér á Alex Freyr. Snýr hérna. Kemur boltanum á Mílos. Mílos tapar boltanum hann, frábærlega gert hjá Eiríki. Sterkur og Kristján Páll. Ólafur Hrannar með honum hérna. Matthew hleypur líka með þeim. En fín vörn hjá Mílos og Daniel nær að hirða þennan bolta. Eiríkur á Matthew. Tilbaka á Vigfús og þarna leið yfir á Gest. Og sending hérna, en þessi er út af. Enga sem að Grindavík á. Já, ég verð ekki að draga þetta í land hérna, annar liði vinna hann leik. Það er ekki bara jafntefli. Hara Mílos, Marko og Jósef. Þetta Grindvíkingar. Já, ég veit ekki. Jú, með að við hvernig gengið þeirra. Það þurfa lútaðir að vera ánægðir með þetta bara mútið efsta liðinu. Þeir eru nú á heimavelli. Marko og Jósef.
Jósef með langa sendingu inn á Alex. Hann ekki að skalla hann. Og leikmenn á bæjahættinu frá og stingur honum hérna á Óla Hrannar eða Kristján. Nei, hvor þeirra nær þessu? Daniel nær bæjahættinu frá. Vigfús kemur núna hérna með mikið svæði, stingur honum inn á Kristján. En þar Jósef. Jósef kemur fyrirgjöf. Skalli var Óla Hrannari. En þá var það Árni Hilmar. Skot hátt yfir og það er skipting bara hjá Grindavík. Það er leikmaður númer 18, Ívan Júkavík, að koma inn á. Staðan fyrir Mílos. Já, Mílos var skipt inn á hérna í fyrri hálfleik á 30. mínútu, kemur svo aftur út af, var ekki að klára annan leik. Og Grindavík hefur gert breyting á sínu liði út af leikmaður númer 16, Mílos Júkovic. Kemur stunga hérna að Matthew, en Daniel nær að koma með boltar hann með öxlinni. Og náða að bæja hættur frá hann. Annars var hann komin í gegn á Matthew og þá var það Alex Freyr. Stingur hérna á Ívan. Ívan með sendingunni á Skotti. Skotti aftur á Ívan. Það er Eiríkur á eftir honum, gríðarlega reynslumikill. Eiríkur gerir þetta vel. Og Matthew heldur boltanum og reynir stungu sendingu hérna. En Daniel gerir þetta glæsilega. Og Jósef. Þetta er dæmt aukaspyrna, já, þetta er það rétt. Hann gefur honum gulspjald. Já, Jósef fær gulspjald þarna, var allt og seinn. Fær spjald hér á 90. mínútu. Mínúta liðin af. Það er aukaspyrna á hættulegum stað. Sjá hvað leikmenn gera úr þessu færi hérna. Það er að klára hennar leik hér á síðustu mínútu, sekundu leiksins. Jósef nær að skalla boltan frá. Skall inn í. Og Jósef heldur boltanum og keyrir upp hérna, fer gegnum 2 og 3 og það er gulspjald, það er aukaspyrnu segi ég. Og það er gulspjald á Óla Hrannar. Nei, þetta er ekki Óla Hrannar. Þá er það bara líklega lokaspyrnan í þessum leik. Það er ekki mikið eftir 2 mínútur liðnar af komin fram í leiktíma. Það er óvíst hvað dómarleiksins hefur bætt við þetta. Þetta geta Grindvíkingar bara klára hana leik og fengið 3 stig. Og Jósef með fyrirgjöfina og skalli frá leiknismönnum og Marko og hann klippur hann. Það er rétt yfir. Hann hefði viljað sjá þennan inni maður. Þetta hefði bara verið draumamark en því miður þá hitti hann ekki ramman. Það er útspark frá marki leiknismanna. Menn farnir að bíða eftir loka flautunni. Hér er Skotti, hann stingur honum á Magga. Hvað gerir Magnús? Skot! Það er rétt framhjá. Já, ég fagnaði marki hér fyrir í leiknum sem fór framhjá. Þetta var fínt færi sem Magnús fékk þarna. En hann varði þetta út af. Greinilega. Það var aðspyrnan. Og frábærlega gert hjá Elvi. Hann reynir að koma boltanum fljótt í leik. Nei, hann bíður aðeins. Og skelfilegt útspark hjá Eyjólfi. Og
það er innkast sem að Leiknismenn eiga. Það fór af Joffi. Joffi, Alex, Marko, Daniel. Kemur hann lengt. Langur bolti en þetta fer í fætur á Leiknismönnum. Það er spurning hvað dómar leiksins hefur bætt við 4 mínútur kannski. Hann lítur á klukku sína og flautar þennan leik af. Og það er 2-2 jafntefli hér á Grindavíkurvelli. Og ég ætla að fá hér menn í viðtöl. Þetta var flottur fyrirháleikur en seinni hálfleikurinn örlítið